Segja 81. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar settan. Verið velkomin. Mættir eru Jónína Magnúsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Hlynur Þór Valsson, Önundur Björnsson, Einar Jón Pálsson, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Magnús Stefánsson bæjarstjóri og Árni Gísli Árnason sem ritari fundarins. Áður en göngum til dagskrár þá var Anton Kristinn Guðmundsson bæjarfulltrúi og óskaði eftir að taka til máls í upphafi fundar. Gjörðu svo vel, Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir í rauninni lið bara fundarstjórn forseta og það sem að hérna eins og ég er búinn að gera forseta grein fyrir. Mér langaði að bera hérna undir fundinn þar sem að ég sendi erindi á Jónu Magnúsdóttur, forseta bæjarstjórnar, fyrir fáinu síðan, eða 2 sólarhringum fyrir fund. Og forseti ber fyrir sig reglugerðir sveitafélagsins, samþykktir sveitafélagsins að erindi hefði þurft að koma 3 sólarhringum fyrir fund. Þar af leiðandi ætla ég að nýta mér aðra málsgrein, 27. greinar sveitarstjórnarlaga, sem að er þess lútandi að bera það upp undir fundinn að málefni deiliskipulag Gauksstaða verði hér tekið fyrir til umræðu með afbrigðum á fundinum. Þar sem að gögn bárust að hluta til sumra bæjarfulltrúa frá lögmannsstofunni Lex 11. apríl 2025. Þannig að mér langar að bera það undir fundin að við tökum þetta málefni fyrir inn á fundin með afbrigðum. Forseti óskar eftir fundarleyfi. Kaffi og vatn hérna. Þetta er háskóla. Það er stundum sem kandur flotið. Skulle ekki nú tekja á hóna? Klukkan. Á fersloftið. Það er að gera það. Hafur í Sandgerði, voruð þið ekki alltaf að funda það? Jú. Í vörðinni? Já. Það er hérna... Kaffistofan var áhættileg sem svona... Það er svona... Já. Undir, hann er til útleigu svona tímabundið. Það er halla með það? Vegna svona aðstæðunar í Grindavík. Við erum með eldgósið þar á leigu. Já, ég skil það. Og þurfti svo meira pláss út af því að við erum að setja heilsugæslu á því rýmið sem hún er líka komið með sko. Þannig að hún er með salinn sko. Já. Þannig að það er eiginlega ekki hægt að funda þar sko. Nei. Við komum ekki mann að funda það. Já, þeir voru með það. Þessi salur er bara alltaf lítill sko. Þetta er alltaf lítill. Það var hægt að opna hér. Kannski verður það nægur ef ákvæm meirihluta svona fram að ganga. Þeir ætla að fækka bæjarfulltrúum úr 9 í 7. Þá kannski er þessi salur alveg nóg. En hinn var náttúrulega mjög lítið notaður, sá salur. Já. Það var svona að taka mál og dagskrá og þá verður að akra þetta bara einhverju erfing. Þú ekki útsendingu þá? Og líka það að það var opið upp. Já. Og það var ekkert að halda neina fundi niðri. Nei. Þetta var náttúrulega, þessi varða var náttúrulega skelfilegt slys frá upphafi til enda, sko. Er ekki einhverja íbúð þarna? Upphaflega var þetta hugsað þannig að svalirnar uppi sem er kaffistofa, hún var hugsuð að
fólk gæti komið utan götu og hlustað á bæjarstjórnarfundinn og farið svo og verið ekki að trufla eitt eða neitt. Það var hugmynd. Það er svona eins og Alþingi, svona koncept. Síðan tekur bærinn bara þetta eignarnámi að þetta í sameign og býr bara til þetta kaffistofu af því að það var aldrei gert ráð fyrir kaffistofu. En eru svona eldriborgar íbúðir? Á hliðina. Já. Svo er bæjarstjóra íbúðin á miðhæðinni. Já, hún er það. Já, ok. Og svo er ein íbúðin á miðhæðinni. Var gert ráð fyrir því strax í upphafi? Já. Það var smíðað þannig. En nema íbúðin þín, áttu ekki það sem þú ert? Það var húsvaraðar íbúð. Það átti hugsanlega að vera það. Þannig að nú séum við Magnús Óna mér. Já. Það var líka, þú veist, það átti ekki að vera hægt að opna hérna frá því. Er þetta ekki bara hurð? Jú, þetta er bara renningur. Það er bara þetta á náðan. Já, en það eru skurðstofur þarna fyrir. Og svo hefur verið svona rætta líka hugmyndir að færa fundina í útskálahúsi, sko. Fundur þarf ekkert að vera endilega á bæjarskóla. Nei. Það er ekki að fund í Ljómahöllinni. Já. Þú veist. Þetta er alltaf lítið rými, sko. Skamm. Það er eftir í borðið. Ok, við göngum það aftur dagskrár. Ber hér upp tillögu bæjarfulltrúa B-listans og þeir sem hana samþykja gefið merki. Einhver á móti. Hún er felld með 6 atkvæðum meirihlutans. Þá gerir ég ráð fyrir að við höldum áfram. Magnús Sigfússon Magnússon, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Ég má aðeins að taka til máls undir fundarstjórn forseta og afgreiðsluna á þessu máli. Þetta er svolítið sérstakt að eftir því sem að við komumst næst þá hafi verið sendt erindi sem átti erindi til alla bæjarfulltrúa, til forseta bæjarstjórnar. Og ég spyr á hvaða forsendum fengum við hinir bæjarfulltrúar ekki þetta erindi. Við fengum að vita fyrst af þessu á mánudagskvöldi þar sem við funduðum með þessum aðilum sem að eiga þarna land og byggingaréttin á þessu svæði og skoðuðum þetta þar. Þannig að þá allt í hennu kemur upp að það hefur verið sendt erindi á forseta. Og ef að ég skildi þið rétt þá átti þetta erindi alla leið að fara til okkar allra bæjarfulltrúanna til að geta skoðað málið. Og þar sem okkur er hafnað, eða B-listanum er hafnað að setja þetta á dagskrá, fyrst vegna þess að þetta er ekki nema 72 tímar undir eða það var allavega sett hannig fram og
í svarbréfinu sem kemur til B-listans er það sett fram að það sé leið að koma með þetta með þessum hætti sem Anton kom með þetta áðan, að bera upp þetta erindi og þá spyr maður sko hvað í vegi fyrir því að þetta sé rætt og á hverju stendur, á hverju liggur forsetinn á þessum upplýsingum þetta ef við eigum ekki að fá að sjá þetta. Ef þetta sendt til okkar og þú ert vexturinn hérna í dæminu, þá finnst mér þetta afskaplega skrítið. Fyrir þetta, Magnús fyrir sig hversu ljósund þessu lið. Aðeins að fá að svara þessu. Ég-listi Framsóknar óskaði eftir því að tillaga deiliskipulag Gauksstaðir sett á dagskrá bæjarstjórnarfundar hérna í dag sem barst eftir að fundabók bæjarstjórnar var sent út og innan 40 eftir 2 sólarhringa í raun og veru. Fundabók með dagskrá bæjarstjórnarfundar var sent út rúmlega 2 sólarhringum fyrir fund eins og samþykkt stjórn Suðurnesjabæjar kveður á Rétt að vísa í 10. grein samþykktarinnar þar sem fram kemur að bæjarfulltrúi sem óskar að fá mál tekið á dagskrá bæjarstjórnarfundar skal tilkynna það bæjarstjóra skriflega eða með rafrænum hætti 3 sólarhringum fyrir fundinn. Í 19. grein samþykktarinnar og í 27. grein sveitarstjórnarlaga kemur meðal annars fram að bæjarfulltrúi rétt á að tekið verði á dagskrá bæjarstjórnarfundar hvert að málefni sem sérstaklega varðar hagsmuni sveitarfélagsins eða verkefni þess. Mál sem ekki tilgreint á boðaðri dagskrá bæjarstjórnarfundar verður þó ekki tekið til afgreiðslu á viðkomandi fundi án samþykkis 2/3 hluta fundarmanna sem í þessu tilviki var ekki samþykkt. Og kannski aðeins til að útskýra það mál sem óskað var eftir að tekið hér á dagskrá á funda bæjarstjórnar nú í þannig ferli að það ekki tímabært að ræða það svo stöddu. Áformað að taka málið á dagskrá þegar öll gögn liggja fyrir. Og það áætlað að halda fund með bæjarfulltrúum og þeim sérfræðingum sem hafa komið að málinu ásamt Ívari lögmanni. Anton Kristinn gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara lýsa vonbrigðum með niðurstöðu fundarins að vilja ekki ræða þetta mál efnislega út af því að ég hef bara virkilega miklar áhyggjur og ég ætla bara að lýsa því yfir hér. Ég hef bara virkilega miklar áhyggjur í hvaða stöðu við erum komin í gagnvart þessu máli ef við horfum bara út frá öllum megin reglum stjórnsýsluréttar. Út af því að það er með öllu óboðlegt á mínum mati að það taki 1254 daga að afgreiða svona mál. Síðan að fyrst best erindi, við erum að tala yfir 1200 daga að afgreiða uppbyggingu í sveitarfélaginu okkar. Þetta er óboðleg stjórnsýsla á mínum mati. Við getum ekki boðið einstaklingum, fyrirtækjum upp á svona stjórnsýslu. Þetta mál til háborinnar skammar og við eigum að þora að taka og ræða það. Þannig að ég lýsi bara yfir vonbrigðum með niðurstöðuna á atkvæðagreiðslunni. Fleiri sér hvað þessi ljós. Magnús Sigfús gjör svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Já, ég hef nú viljað að forsetinn svaraði mér svona akkur hún hafði legið á þessu tölvupósti sem hún var send og gögnin sem þar lúta á sem ætlu voru öllum bæjarfulltrúum. Og ég að velta fyrir mér hvar liggur þetta fyrir? Hvar eru þessi gögn? Ég hef ekki séð neitt einasta gagn sem fylgir þessu þannig að það sé einhver rök fyrir því að þetta sé geymt eða frestað. Ég get ekki séð það. Og á hvaða forsendum þetta komið allt í einu til lögmanns? Hvað í gangi? Síðast þegar þetta var hérna til umræðu í bæjarstjórn, þá veit ég ekki betur en að það hafi verið samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að vísa þessu í auglýsingaferli. Hvað er það sem breytist? Hvaða forsendum breytast? Er það kannski að því að það verður mikill hávaði og mótmæli? Ég fer að velta fyrir mér
eða nógu mikill hávaði í bæjarfélaginu eða öðrum bæjargjatanum að þá bara breytist stjórnsýslan og snýst öfugt í kjölfarið. Við verðum varað við þetta í móttuvellinum. Takk fyrir þetta fleiri sem hvað þessi ljós. Nú ef ekki þá vil ég bara árétta það að þetta mál muni vera á dagskrá. Við höldum það áfram samkvæmt auglýstri dagskrá fundarins sem eru í fyrsta lagi ársreikningur Suðurnesjabæjar 2024, síðari umræða og ég býð bæjarstjóra Elínu Pontu að gera svo. Já, forseti, nú kemur ársreikningur 2024 til síðar umræðu í bæjarstjórn og afgreiðslu og rétt að geta þess að fyrir fund að það var óformlega fundur með endurskoðanda þar sem að hann fór yfir ársreikninginn og með bæjarstjórn. Þannig að það er búið að skýra hann vel út. En ég ætla að lesa hérna yfir bókun bókun í fundagerðina ársreikninginn, helstu líktölur og annað sem eru þar. Rekstrartekjur í samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta námu 7.177.000.000 króna en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir rekstrartekjur væri 6.778.000.000. Rekstrartekjur A hluta bæjarsjóðs voru 6.744.000.000 en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir rekstrartekjur væri 6.425.000.000 króna. Rekstrarniðurstaða í samanteknum rekstrarreikningi fyrir A og B hluta er jákvæð að fjárhæð 376 milljónir króna en í fjárhagsáætlun var gert fyrir að niðurstaða var jákvæð upp á 67 milljónir. Rekstrarafkoma A hluta bæjarsjóðs er jákvæð að fjárhæð 323 milljónir en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir að niðurstaða var jákvæð að fjárhæð 69 milljónir króna. Rekstrarafkoma A og B hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði eða framlegð er jákvæð að fjárhæð 911 milljónir króna eða 12,69%. Rekstrarafkoma A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er framlegð er jákvæð að fjárhæð 701 milljónir króna eða 10,39%. Samkvæmt rekstrarniðurstöðum síðustu 3 ára uppfyllir Suðurnesjabær jafnvægisreglur sveitarstjórnarlaga. Heildareignir í samanteknum reikningi A og B-hluta eru 11.454 milljónir. Heildarskuldir og skuldbindingar eru 6.561 milljón. Lífeyrisskuldbindinga A og B-hluta í árslok 2024 var 1.466 milljónir króna. Langtímaskuldir A og B-hluta við lánastofnanir eru 3.862 milljónir og næsta árs afborganir langtímalána verða 351 milljón. Eigið fé í samanteknum reikningi A og B-hluta er 4.893 milljónir. Skulda viðmið samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga hjá A og B-hluta var 62,32% en var 65,38% í árslok 2023 en í 64. grein sveitarstjórnarlaga kveðið á að það megi ekki vera hærra en 150%. Hjá A-hluta var hlutfallið 44,91%. Rekstur í samanteknum reikningsskilum A og B-hluta skila 879 milljónum í veltu fyrir rekstri sem er 12% af rekstrartekjum. Fjárfestingi í varanlegum rekstrarfjármunum A og B-hluta nam 975 milljónum. Á árinu 2024 voru tekin ný langtímalán að fjárhæð 425 milljónir króna. Handbært fé hækkaði 170 milljónir frá fyrra ári og var handbært fé árslok 2024 718 milljónir. Íbúafjöldi í Suðurnesjabæ í árslok 2024 var 4.091 samkvæmt skráningu hjá Hagstofu en var 3.897 í árslok 2023. Íbúum fjölgaði því 194 á árinu 2024 eða 5%. Rekstur málaflokka í A-hluta bæjarsjóðs var nánast samkvæmt fjárhagsáætlun ársins. Rekstrarniðurstaða eignasjóðs og hlutdeild í sameiginlega reknum samstarfsverkefnum var mun jákvæðari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þá var rekstrarniðurstaða stofnana í B-hluta nokkuð jákvæðari en áætlun gerir ráð fyrir. Helstu frávik í rekstri í samanteknum rekstrarreikningi A og B-hluta miðað við fjárhagsáætlun felast í hækkun lífeyrisskuldbindinga og að fjármagnsgjöld voru mun lægri en áætlun gerir ráð fyrir sem endurspegla lækkun verðbólgu á árinu. Helstu frávik til aukinna tekna frá því sem gert var ráð fyrir fjárhagsáætlun koma helst fram í hærri framlögum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og aðrar tekjur voru einnig hærri en áætlun gerir ráð fyrir.
Ég óska eftir að þetta verið skráð í fundargerð til upplýsinga, en að lokum vil ég bara segja að ég lýsi ánægði með niðurstöðu ársreikningsins. Hún í raun og veru mun betri heldur en við höfum svona séð fyrir þegar leið á síðast ár, en það bara jákvætt og ánægilegt að geta skilið við árið 2024 með þessum hætti. Takk fyrir þessa yfir, Magnús. Það er ekki tekið undir það. Ég held við getum öll verið glöð við þetta borð og eigna okkur heiðurinn því að þetta hafi gengið vel ásamt að sjálfsögðu starfsfólki Suðurnesjabæjar. En ég gef orðið laust. Og ekki þá ætla ég að leggja fram bókun frá meirihluta bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar. Sendi hana. Meirihluti bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar fagnar góðri rekstrarafkomu ársins 2024 og þakkar starfsfólki Suðurnesjabæjar fyrir þeirra framlag og eftirfylgni við fjárhagsáætlun sem skila sér í góðum rekstri í starfsemi sveitarfélagsins. Tekjur voru umfram áætlun sem skýrist helst af minni vaxtagjöldum og auknum framlögum til málaflokks fatlaðra. Skuldahlutfall verulega undir 150% hámarki fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga eða 62,32% í A- og B-hluta og 44,91% í A-hluta. Reksturinn skilar á sig 12% rekstrartekjum sem telst ásættanlegt og gott í rekstri sveitarfélaga. Fjárfest var fyrir 975 milljónir árinu og lántaka var 425 milljónir. Helstu og stærstu fjárfestingarnar árinu voru í uppbyggingu nýrra lóða í sveitarfélaginu, lokaframkvæmdir við leikskólann Grænuborg og lóð hans, endurnýjun gólfs í íþróttamiðstöðinni í Garði, sjóvarnir og auðvitað aðrar minni framkvæmdir. Handbært fé hækkaði 170 milljónir en gert var ráð fyrir rúmum 38 milljóna króna afgangi í A- og B-hluta fjárhagsáætlunar. Ársreikningur 2024 ber með sér að efnahagur sveitarfélagsins er traustur sem gefur tækifæri til að styðja áfram við uppbyggingu og þjónustu við íbúa Suðurnesjabæjar. Ég bið þá sem að staðfesta ársreikningana að gefa merki. Hann er staðfestur með öllum greiðum atkvæðum bæjarfulltrúa. Þá erum við komin að öðru máli sem er sveitarfélag og sameiningarmál. Hér fer fram síðari umræða varðandi sameiningarmál og leggur meirihluti bæjarstjórnar fram eftirfarandi tillögu sem liggur held ég inn í fundagáttina, mér skilst það ekki. Sveitarfélögin Vogar, Reykjanesbær og Suðurnesjabær hófu óformlegt samtal mögulega sameiningu sveitarfélagana haustið 2023. Bæjarráð Suðurnesjabæjar samþykkti að taka þátt í því verkefni á 128. fundi bæjarráðs þann 27. september 2023 og var það staðfest í bæjarstjórn á 61. fundi 4. október 2023. Stýrihópurinn verkefni skilaði niðurstöðu með skilabréfi dags 11. nóvember 2024 sem var til umfjöllunar á 155. fundi bæjarráðs 4. desember 2024 og var samþykkt tillaga verkefnisstjórnar að beðið verði með ákvörðun formlega viðræður. Eftir það hafa kjörnir fulltrúar sveitarfélaganna átt óformlega viðræður mögulegt áframhald á viðræðum, meðal annars hvort haldi verið áfram á grundvelli ákveða sveitarstjórnarlaga í formlegum viðræðum sem feli meðal annars í sér að íbúar kjósi kosti sem að fram verði lagðir. Samkvæmt tímaáætlun sem verkefnastjórn sveitarfélaganna setti upp, miðað við að sveitarstjórnar ákveði að taka formlega sameiningarviðræður. Þá var miðað við að sú ákvörðun lægi fyrir júlí-ágúst 2024. Unnið væri að tillögugerð og álit á tímabilinu ágúst 24 til apríl 25. Kynning fyrir íbúum sveitarfélaganna færi fram í apríl til maí 2025 og sameiningakosning meðal íbúa færi fram í maí 2025. Ef íbúar myndu samþykkja sameiningu færi fram undirbúningur að gildistöku og innleiðingu vegna sameina sveitarfélags á tímabilinu maí 25 til maí 26. Loks að kosið væri í bæjarstjórn sameina sveitarfélags í maí 2026 og nýtt sameina sveitarfélag taki til starfa í júní 2026. Eftir þær viðræður sem verið hafa er lagt til að láta verið staðan numið með viðræður mögulega sameiningu sveitarfélaganna. Það er ljóst að samkvæmt þeirri tímaáætlun sem sett var í upphafi verkefnis að er of skammur tími til þess að vinna þessu máli. Og lagt til að bæjarstjórn samþykkja ekki verið farið í formlega sameiningaviðræður samkvæmt sveitarstjórnarlögum að sinni. Ekki orðið laust þessu máli. Magnús Sigfús sker svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar.
Já. Ég var að velta fyrir mig sko tillögunni sko að gera hvort það væri hægt að breytinni aðeins sko að þessu sinni til dæmis en ekki að sinni þannig að það er eins og við ætlum að fara að koma með þetta inn seinna þannig að bara annarkvæmt að koma inn þarna með að þessu sinni eða eitthvað slúðist þannig að við erum ekkert að fara í neina formlega viðræður núna þannig að við erum að afgreiða það afgerandi mér finnst þetta loðið Takk fyrir þetta Magnús. Ef ég skilji rétt, bara endurteka svo nefndir að tillagan væri þá þannig að ekki verði farið í formlega sameiningarviðræður samkvæmt sveitarstjórnarlögum að þessu sinni. Ok. Já, þessu sinni. Að þessu sinni. Já. Bætum þessu einu orðið við. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessu máli? Nú, ef ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja tillöguna að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þetta er svo mikið af blöðnum að ég var aðeins að skipuleggja mig. Þá er það þriðja mál á dagskrá sem er barna- og ungmennaþing á 164. fundi Bæjarráðs og fjallaði minnisblað frá íþrótta- og tómstundafulltrúa barna- og ungmennaþing í Suðurnesjabæ sem að ungmennaráð hefur lagt til að verði haldið. Bæjarráð samþykkt samhljóða að framkvæmd barna- og ungmennaþings verði samkvæmt minnisblaðinu og kostnaðaráætlun samþykkt. Barna- og ungmennaþing í Suðurnesjabæ verður haldið þann 13. maí 2025. Þá er lagt til að bæjarstjórn fagni frumkvæði ungmennaráðs að haldið verði barna- og ungmennaþing í Suðurnesjabæ í fyrsta skipti. Ekki orðalaust. Og ef engin hvers ljós, þá bið þá sem er samþykja afgreiðslu Bæjarráðs að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin á fjórða máli á dagskrá sem er viljayfirlýsing Iðunn H2, HB64. Á 163. og 164. fundum Bæjarráðs og fjalla vilja yfirlýsingu Suðurnesjabæjar og Kategó við Iðunni H2 mögulega lóð fyrir starfsemi fyrirtækisins innan skipulagsmarka Suðurnesjabæjar á þróunarsvæði HB64, K64 Hringrásargarður. Á 164. fundi Bæjarráðs var lögð fram undirrituð viljayfirlýsing málið. Ekki orðalaust. Þá er lagt til að við staðfestum afgreiðslu Bæjarráðs þegar sem það gerast gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundagerðum til kynningar og fyrst á dagskrá er Bæjarráð 163, ekki orðalaust fundagerðina. Magnús Sigfús, gjör svo vel. Forseti, boðbæði fulltrúar. Ég er 5.2, það er í sambandi við endurskoðun leiðakerfis og bókunina sem er hérna í Bæjarráðinu. Ég er að velta fyrir mig sko, þar finnst Bæjarráði ástæðu til þess að benda á fækkun ferða og fækkun á stoppistöðum miðað við að það sé fjölgun og íbúum í byggðarlaginu og þetta sé vaxandi sveitarfélag. Svo þegar þeir fara að fjalla breytingarnar á samþykktum bæjarfélagsins, þá hefur það engin áhrif. Ég er að benda á tvískinningin í afgreiðslunni. Ég er sammála bókuninni að auðvitað er ekki eðlilegt að þessi fækkun í ferðunum og öðru miðað við að á sama tíma er fjölgun og það er ekki takt annað en að gleiðjast yfir tengingunni við flugstöðina við leiðakerfið. En mér finnst afskaplega mikið tvískinningu hjá sama fólkinu og er að benda hérna á vegna fjölgunar íbúa og þá sé þetta svona og svona og svona. En svo þegar það kemur að
að fara að klukla í samþykti sveitarfélagsins, þá allt í einu á að fækka vegna fjölgunar íbúa. Það var bara ábending. Fleiri sem kveða sér hljós undir þessari fundagerð? Ef ekki, þá er hún hér að öðru leyti lögð fram. Þá erum við komin á 7. máli sem er bæjar á 164, ekki orðalaust. Magnús Sigfús Magnússon, gjör svo vel. Það gerir það maður. Það gerir það. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það liggur sko fyrir að það verður að koma svona bíndi skýningu eins og á 7. máli, þá er í raun og veru 11 mál þar undir sko. Þannig að það er hérna 6.3, ég ætla að byrja á því. Og ég ætla að óska eftir því að það verði trúnaði verði létt af þessu máli svo að sé hægt að ræða þetta efnislega. Mér finnst það alveg líkilatriði að geta fengið að tjá mig þetta mál. Þetta er afgreitt í ítabók í bæjarráði og við hinn í bæjarfulltrúum komstum ekkert að því að ræða þessa stöðu. Þannig að mér finnst, það er eiginlega mín ósk að þetta verði létt af þessu máli trúnaður, svo sett að ræða þetta efnislega. Ef ekki, þá óska ég eftir því að verði lokað fundi svo að sé hægt að ræða þetta. Takk fyrir þetta, Magnús. Skilst að máli sé í vinnslu og það verður lokað þar til að því er lokið og þá verði trúnað aflétt. Þú leiðir mig, Magnús, ef ég hef rangt fyrir mér. Já, þetta telst að vera rétt, þannig að við tökum þetta efnislega til umræðu. Þegar þessu máli lokið. Fleiri sem kveða sér hljós? Anton, gjör svo vel. Ég vil bara, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir þessi orð Magnúsar að óska eftir því að við afléttum trúnaði af þessu máli og bið svona fólk að skoða vel hlutina áður en að þessi ákvörðun sé tekin. Ég ítreka líka að það er mikilvægt fyrir bæjarfulltrúa að geta rætt þetta mál þar sem þetta mál er komið í þann farveg að það er eiginlega krefst þess að það þarf að ræða það. Það er allavega okkar skilningur á málinu að þetta erindi þolir ekki bið varðandi umræðu með þau gögn sem hafa verið lögð fram. Þannig að ég tek bara undir þessa beiðni Magnúsar að ef það er ekki að aflétta trúnaði af málinu að fundinu verði þó lokað og það sé hægt að ræða það efnislega. Takk. Takk fyrir þetta. Við verðum góðfúslega við því að loka fundi núna og ræða málið. Það er mjög að biðja gestum að yfirgefa salinn.